Við erum stödd á stofutónleikum við Glerárgötuna á Akureyri. Harmonikutríóið í Tríó er að æfa fyrir tónleika á föstudagskvöld í menningarhúsinu Hofi. Þau sem skipa tríóið kynntust í námi í Danmörku og hafa komið víða fram og í sumar bíða þeirra tónlistarhátíðir. Hvað er það sem við erum að heyra hérna? Verkið sem við flytjum er Balkandans og það er í rauninni makedónískt þjóðlag, útsett fyrir 3 harmonikur og mjög falleg melódía. Hafið þið spilað þetta lag áður? Já, oft áður. Bæði í Danmörku og Íslandi og Ítalíu. En þið eruð að halda tónleika í Hofi á föstudagskvöld á Akureyri. Hvað verður á efnisskránni? Það verður mjög fjölbreytt úrval. Við erum með einmitt nokkur velvalin þjóðlög, meðal annars íslensk þjóðlög sem við útsettum sjálf í svona sirpu formi. Svo erum við með svona meiri klassík, það er orgelsvíta eftir Leon Boelmann, rómantísk mjög flott gotnesk svíta. Svo er meira svona rússnesk harmonikutónlist, mjög svona kröftug og kraftmikil. Þannig að það verður mjög fjölbreytt úrval. Þið eru greinilega nokkuð samhæfð, þetta er ekki fyrsta æfingin ykkar? Nei, ekki alveg. Við byrjuðum 2015 haustið og þetta er að vera 3 ár. Við vorum sérst öll úti í námi í Kaupmannahöfn og já, og byrjuðum bara að æfa eins og segi 2015 og við höfum spilað mikið síðan og eftir svona frekar reglulega. Þannig að núna erum við búin þau voru að koma frá Kaupmannahöfn í gærkvöldi og við spiluðum í 10 mínútur og þetta var svona eiginlega bara smellur þó við höfum ekki hist í 2 mánuði, þannig að þetta er svona við þekkjum hvort annað mjög vel. En það er sem sé Hof á föstudagskvöld, en hvað tekur svo við? Hvernig lítur svona sumarið út hjá ykkur? Já, 17. júní þá förum við aftur til Danmörkur og tökum 2 dögum síðar inntökupróf í tónlistarháskólann í Kaupmannahöfn, öll 3 saman og stutt eftir það þá höldum við tónleika á Jótlandi í Danmörku og í júlí þá er það Noregur, tónleikar þar í Voss. Þannig að það er nóg að gera? Já, það má segja. Við höfum alltaf svona gaman að túra smá á sömurinn sko. Það er á Íslandi og víðar. En já, harmonikkan, hún lifir alltaf? Já, hún gerir það sko og núna er þetta það sem við erum búin að vera í svona þessu umhverfi þarna úti. Þetta er mjög svona meiri áhersla á klassíska tónlist og nútíma tónlist. Mikið verið samið af nýjum verkum svona síðustu 50 árin og svona meira og meira alltaf sko. Og þannig að þetta er svona kannski aðeins að breytast meira út í þá deildina. Og en ég meina þetta lifir þetta alltaf, þetta er frábært hljóðfæri en svona bara þróast eins og allt annað sem betur fer. Og gerir hún það sko, þannig að vonandi þá náum við að koma með ennþá meiri kraft inn á Íslandi sko. En það verður kraftur í Hofi á föstudagskvöld? Algjörlega.